Þannig að við skulum skoða þennan hluta. Þetta vika 5 núna og við sjáum hérna hvernig að riðstraumur streymir í straumrás. Hann fer nefnilega fram og tilbaka og eins og sínusbylgjan, hún breytir bæði stefnu og pólun, sem sagt. Fyrir ofan núllínuna hún jákvæð og fyrir neðan núllínuna neikvæð, þannig að þá fer straumurinn fram og tilbaka. Og það margt sem við erum að læra nýtt úr, sem sagt, sem að breytast frá því að við vorum með rafmagnsræðu 100. Það til dæmis eins og með spanið. Hér rifjuðu það upp, kannski tókuð þið ekki span. Nei, við erum alltaf búin að fara í gegnum span sem sagt áður í 14. kaflanum, en þetta líka tekið fyrir hérna í reynslusbókinni. Rifjum þetta upp að span getur myndast á 3 vegu. Fyrsta lagi með því að hreyfa leiði í segulsviði eins og jafnströmsrafali, í öðru lagi að hreyfa segulsvið framhjá leiðinum eins og í rafala, og í þriðja lagi þá spanast spenna í breytilegu segulsviði eins og þegar að spenna spannast upp í eftirvafi á spenni. Og ef við snúum spólu í segulsviði þá þetta í rauninni eins og hérna, já, þetta í rauninni eins og í fyrsta, við erum að hreyfa leiðara í segulsviði og hérna segulsviði, þetta norðurpól og suðurpól, en hérna á mælinn þá myndum við fá riðspennu, skiljið. En þessi spóla hérna, hún lítur svona út, þannig að spóluhliðin hérna uppi köllum við spóluhlið 1 og neðri hlutin hérna köllum við spóluhlið 2. Þetta tekið fram vegna þess að straumurinn þá að fara, ef við fer inn í myndina hérna ofanverðu, spóluhlið 1, þá kemur hérna út í spóluhlið 2. Þá verðum við að merkja það þannig að það veri X eins og við myndum horfa eftir á ofanverðu og svo punktur ef að straumur verður að koma til okkar hérna neðanverðu. Og sjáum hérna ef við myndum snúa spólunni þessari hérna inn í segulsviðinu, að við byrjum á því að hafa hana svona lárétta eins og hann hérna á myndinni, og það eins og á næstu mynd sem að A myndin, þá ekkert að gerast, þá ekkert að mynda spannst upp neinn spenna, en í B þá komin í hámark í spennu. Þá við að skera flestar segulkraftlínur, en þá reyndar straumurinn að fara inn að neðanverðu en út á ofanverðu, og við getum séð það náttúrulega með reglunni að segulkraftlínur koma inn í lófan, það að hægri handa reglu að rafala, og straumurinn að fara út eftir því sem að hinir fingurnir vísa þegar við sýnum sem sagt að leiðurinn að fara í þessa átt frá hægri til vinstri á myndinni. Þá straumurinn að koma hérna út úr myndinni en að fara inn hérna að neðanverðu. Þannig að þá erum við fullt útslag þegar hann í þessari stöðu, svo höldum við áfram og þannig að þá erum við komin aftur í lárétta stöðu hérna í C, og þá ekkert að gerast eins og mælinn sýnir hérna 0, en svo snýst straumurinn við vegna þess að nú spóluhlið til dæmis 2, hún var hérna uppi en nú hann komin hérna niður og þá straumurinn orðinn annar. Hann að koma hérna, við erum að sjá eftir honum hérna. Við horfum á hann koma til okkar í B, en nú hann að fara inn eða niður í mynd D. Þannig að við getum í rauninni teiknað upp, þetta sé nú ekki á þessari mynd hérna, en við getum teiknað upp svona bylgju, og þannig að við höfum hana svona. Þannig að við segjum þá að þessi punktur hérna A þegar engin spenna hér væri punktur B, þá spennan í hámarki sem við spennum upp, og í C aftur hérna
þá erum við komin í 0 ástand aftur, það væri C. En í D þá erum við komin með gagnstæða pólun, nú straumurinn að streyma í hin áttina í D-nu, mynd D. Síðan erum við komin í sama ástand og í upphafi, hérna, aftur komin hérna í A, og þá færi aftur spennan að myndast. Svo að hérna getum við alveg séð það að við erum búin að framleiða sínusbylgju með því að snúa þessari spólu heilan hring í rafalanum. Ok, þá erum við búin að sanna það að hérna myndast rafstraumur. Ok, og það er fleira sem að við hérna skoðum. Það er nefnilega fjöldi segulkraftlínna og nú erum við að fara að hugsa okkur á sem sagt, breytingu eða sem sagt, segulkraftlínu breytingu. Í þessari stöðu, í láréttri stöðu, þá fer mestur fjöldi segulkraftlína í gegnum spóluna. Hérna stendur segulkraftlínur gegnum spólu. Er í hámarki hérna þegar að spólan er lárétt, svona alveg. Síðan fækkar þessum segulkraftlínum þegar við snúum spóluna aðeins. Þannig að það verður ákveðin breyting á segulkraftlínum sem fer í gegnum spóluna. Og næstu mynd, þá sjáum við hvernig þetta gerist. Í upphafi, þegar við erum með mest af segulkraftlínum sem fara í gegnum spóluna, það er í hámarki. Hámark segulkraftlínu straumsins er hérna uppi, hérna í núlinu. En þá munið þið, þá var engin spenna þá. Þá vorum við með spennuna í núli. En síðan, þegar að við hreyfum spóluna til, að þá spannast upp svolítil spenna hérna, en hún spannast mest upp þegar að við erum að fara fram hjá segulpólunum með leiðarana. Sem að þegar leiðarnir eru næst segulpólunum, þá er mesta segulsviðs breytingin á tímaeiningu. Sjáu það er alltaf hérna delta T hérna niðri, það er lítil breyting hérna niðri, það er svona spannast upp lítil spenna hérna, tiltölulega lítil hérna frá hingað, en svo erum góðanum með og það er í rauninni hérna er lítil breyting á segulkraftlínu straumnum, það er bara hérna frá hingað, það er lítil breyting hérna, sjáu þið bilið er mjög stutt hérna, en þegar við komum hingað í delta T2 þá er orðin miklu meiri segulkraftlínu breyting hérðan frá og hingað. Þá er hann að fara í gegnum nullið þegar að spólan er hérna nánast í lóðréttri stöðu. Þegar hann er að fara í gegnum lóðrétta stöðuna, þá er spólan, þá er mesta segulkraftlínu breytingin og þess vegna spanast upp hæsta spennan þar. Þess vegna ferillinn á spönuðspennunni hæstur þar. Hæstur hérna uppi. Það var mesta segulkraftinu breytingin sem er mesta byrði hérna á sömu tíma einingu hérna, delta T2. Þannig að þannig sjáum við það að þetta er hvernig spennan myndast með við breytilega segulkraftlínu straum. Nú síðan skilgreinum við virkagildi spennunar. Það getum við gert út frá aflinu og hérna sjáum við að aflið það hefur tvöfalda tíðni á meðan við grunntíðni riðspennunar. Við sjáum hérna U, það er þetta verður grunntíðni 50 rið, þá væri aflið með tvöfalda tíðni, aflið hefði frá 100 rið, svolítið merkilegt. En hérna hefum við ekkert fasvik, hérna er straumurinn og spennan alveg samferða. En ef við erum ekki með straum og spennu samferða, við sjáum það bráðum þegar það kemur fasvik, að þá fáum við neikvætt afl. Þá færi aflið hérna smám saman aðeins neikvætt og þá fer það í rauninni, má segja, tilbaka til spennugjafans, svo að við nýtum í rauninni þá ekki allt margfeldi straums og spennuna í raunafl.
en þegar það er í fasa þá nýtum við allt aflið. Og ef við erum með sínusbylgju þá er formstöðullin 1,1. Það er sem sagt þegar við höfum hlutfallið virkgildisspennu deilt með meðalgildisspennunar. Það er kallað formstöðull það hlutfall. Þannig að þetta var í sambandi við mæla, þá skipti þetta máli, sérstaklega í gamla daga, þegar mann höfðu ekki mæla sem gátu mælt virkagildi þegar við vorum með spennu sem var ekki sínuslöguð. Þá var svolítið erfitt að mæla spennuna og þá var formstöðullin ekki réttur, af því að þá var bylgjan ekki sínuslöguð. En þetta er kallað formstöðull og ef við erum með sínuslaga spennu þá er formstöðullin 1,11. Það er málið. Nú, vektormyndirnar, eins og við erum aðeins að byrja í dag í verklegu, þá hefum við þessa mynd sem er spennuvektormynd, þá hefum við strauminn sem viðmiðun og þá erum við með spennuna hérna á undan straumnum. Ef spennuvektorinn væri í sömu línu og straumurinn, þá væri við ekki með neitt fasvik. En hérna sjáum við, erum við með, ég veit ekki, 45 gráða fasvik eða eitthvað slíkt. Og hérna væri við með, span álag, ef spennan hérna undan straumnum. Og hér hins vegar er ekkert fasvik, hér er straumurinn og spennan alveg í sama augnablikki að fara í gegnum núllpunktinn og í hámarki á sama tíma líka. Þannig að hér er ekkert fasvik, hérna er spenna og straumur í fasa. Nú, ef við skoðum hérna eina bylgju, eina sveiflu, þá köllum við að 2π, þið þekkið þetta úr stærðfræðinni, samsvara 360 gráður og við köllum þessar gráður oft rafmagnsgráður, þessar 360 rafmagnsgráður og en 1π samsvarar náttúrulega 180 gráðum. Það eins og við þekkið er náttúrulega bara 180 gráður hér frá hingað, en öll sveiflan náttúrulega 360 gráður. En þegar við breytum radíunum í gráður, þá margföldum við með hlutfallinu 180 gráður deilt með π. Og hins vegar þegar við breytum gráðum í radíana, þá margföldum við með hlutfallinu π deilt með 180 gráðum. Ok. Þið fáið þessar glærur, ég held að séu jafnvel komnar inn á kennsluöðurinn. Hafið þið séð þessar glærur? En skoðum það seinna. Augnabliksgildi. Ef við þurfum að reikna augnabliksgildið á einhverjum stað hérna við einhver ákveðna gráðu, þá getum við notað þessa formúlu hérna. Litla u táknum við hérna sem augnabliksgildi og þá notum við sem sagt hámarksgildi þessa sínuslöguðu spennu. Ef við segjum að virkagildi spennunar, virkagildi verðum við að mæla með bara spennumæli sem við tengi í samband við spennuna, og við verðum með 230 volta spennu eins og við verðum með hérna í töflunum inn í stofunni og algeng spenna er. Þá getum við fengið hámarksgildi á spennunni með því að margfalda með rótina 2. Þetta SQR þýðir bara rót á 2. Og þá ef við ætlum að skoða augnabliksgildi eftir 10 gráður hérna, frá því að spenna fer í gegnum 0 hérna, eftir 10 gráður hérna, hvað er augnabliksgildi hér? Þá margföldum við þetta hérna saman, sínusinn á 10 gráðum, sinnum hámarksgildið, sem er þá sinnum eitthvað 325 volt, þá fáum við út að þá er spennan í augnablikinu 56,4 volt eftir 10 gráður hérna. Og síðan við 45 gráður þá finnum við út það, ef við gerum það sama, 325 sinnum sínus að 45 gráðum, þá fáum við akkurat 230 volt hérna við 45 gráður. Það er skemmtilega tilvíðun. Og svo aftur við 135 gráður þá fáum við aftur 230 volt út úr
sem sagt 325 sem hámarksgildið max sinnum sínusinn af 135 gráðum. Ekki allir með reiknivél? Prófa þetta og við 250 gráð þá komum við hérna lengra, neikvæða hlutan, þá komum við hérna með sínus af 250 sinnum sínus af 250 gráðum sinnum 325 fáum þá ekki mínus 305 volt. Það augnabliksgildið á spennunni við 250 gráður. Þannig getum við fundið hvaða augnabliksgildi sem við viljum. Og eins hér kemur fram sem sagt hvaða dæmi eru undir sem að við reiknum. Sko það verðist vera sleppt hérna dæmi 2. Við förum hérna í ritstjórnarsbókina. Já, það hérna hvað átt við með hugtakinu span og það kannski vegna þess að það búið að taka þetta fyrir í 14. kaflanum. Það ástæðan fyrir að það hefur verið sleppt í þessari upptalningu hérna í kennsluáætluninni og nefna 3 aðferðir við að framleiða spennu með spani. Þið eigið þetta náttúrulega í 14. kaflanum. En við fórum í þetta náttúrulega líka núna í glærunum. En hérna eru þá spurningarnar sem við förum í og þetta heilmikið af efni sem þannig að veitir ekki að fara að byrja að svara þessum spurningum og þannig að í þessari og næstu viku þá hérna erum við að fara í þetta efni hér og það sem sagt fyrsti parturinn frá 1 til 21 og síðan dæmi 25 til 32. Það heilmikið af dæmum. Þannig að við skulum bara dempa okkur í það að reikna. 1 til 21. Já. Fyrsti kaflinn. Og síðan hérna spólunni. Sko, það sem að hérna talað heimadæmi 1 og 2 og 3 og svo framvegis. Kom sjá. Búið að opna fyrir þetta. Sjá. Hérna höfum við það. Og mér sýnist að það hefur verið opnað fyrir heimadæmi 1 og heimadæmi 2 og já og þá bara að setja hérna heimadæmi 3 og 4 í loftið. Það er það bara alveg á næsta leiti.